peysu? Já, það er síð. Ok, síð. Ok, ég var að slétta mér hárið. Ég er búin að fara með Ólíu á leikskólan. Ég var að sýna ykkur barbyggið. Veitu hvað ég lenti í gær? Fyrst þá missti ég augnskugga, bara heila palettu yfir hérna allt gólfið. Allt út í einhverjum svona blettum. Og ég var bara, ok, ég þríf þetta bara á morgun og það klukkan var margt. Svo kvöld er ég bursta með tennurnar. Þá dettur önnur augnskugga-paletta, þetta er önnur. Og brotnar spegillinn og, þú veist, allt þetta yfir líka allt. Ég þreif það aðeins. En ég var svona, hvað er í gangi? Þannig núna er ógeðslega skítutinn á baði og ég verð að fara að þrífa þetta. Mér líður svo illa í svona skítur í mig. Ég var sérst að slétta mér hárið sem er kannski tilgangslaust af því það er ógeðslega mikið rigning úti og ég og Brynjar erum að plana að taka morgunsund saman. Sérst ég styrsti í gær og þóði mér hárið og síðan bara svaf ég með það sem ég blautt. Ég er með svo ógeðslega frissi og bara svona liðað, krullað hár að ég verð alltaf að sletta það. Heldur við ætlum að fyrir sund. Við erum sérst bæði frí í dag. Brynjar er komin í prófasíson þannig hann er svolítið heima á næstunni. Og ég bara er í frí í dag, út af bara engar ástæðu. Þannig að við vorum eitthvað svona að tala í gær hvað ættum að gera í dag. Okkur datt í hug, þú veist, að það getur verið næs að taka early swim saman, fara svo heim fyrir okkur að borða, fara svo á kaffihús, af því hann fór sérst á kaffihús í gær að læra og hann fannst það mjög næs. Svona ok, ef ég kem með þér á kaffihús og af því ég er að vinna í svolítið verkefni, businessi, ég er að vinna í svolítið allavega fyrir mig. Ef þú veist, þú lærir og ég vinn í því og við tökum bara smá svona grænd saman og ef hann vil vera lengur þá bara skilja hann eftir og sækja hann síðan setna skilur þetta hann þarf að læra alveg mikið. Og það er alltaf þegar ég er heima á virkum degi eða byrja seint að vinna eða eitthvað eins sem ég gerir er að laga til og ég nenni ekki að eyða öllum deginum í að laga til. Ég ger það alltaf daga. Langaði að vlogga þennan dag, gera bara einn dag í lífi. Það er ekki oft sem ég ger bara einn dag, af því oft er það bara ekki að lítið content. En ég ætla að reyna bara að gera eitt vlogg, verður kannski aðeins styttri en hinn, veit það ekki. Kannski var ég að fara að jappa ógeðslega mikið og þetta verður langt. Allavega, einn dag í lífi pluss allt sem ég borðaði í dag. Já, ég hef aldrei gert það heldur svona what I eat in a day á YouTube, ég gerði það bara á TikTok. En ég sérst byrjaði daginn á að fá mér morgunkott með Coco Puffs og Cheerios og ég gerði það eiginlega allan morgna. Ég fæ mér einhvers konar morgunkott og ég er búin að elska Cheerios og Coco Puffs komboið. Ég verði að fá mig það bara á fyrstu 10 mínútur sem ég vakna. En það eru alveg klukkutími síðan það var, þannig ég þarf alveg að fá mér eitthvað, þú veist, aftur bráðum. Þannig já, ég ætla bara að reyna að sýna ykkur svona hvað ég borða 27 vikur ólétt á einum degi. Setti á mig jelly krímið mitt frá Medicube sem ég var alltaf að fá ofnæmisviðbragð fyrir í byrjun meðgöngunnar. Örugglega eitthvað hormóntengt, en já, þannig ég er svolítið shiny í framan. Ég er búin að vera að fíla þetta sko, ég veit að húðin mín er eitthvað öðruvísi á þessum meðgöngum. Að ég nota alltaf bara þetta krem, sem krem, dagkrem. En núna finnst mér ég þurfa að nota þetta sem svona aukakrem. Skilur, mér finnst þetta ekki vera nógu mikil raki fyrir húðina mína. En já, ég allavega fór í bara nýjan ból, sett með krem og ég ætla að gera búst fyrir okkur Brynjar til þess að borða fyrir sund. Smá epli, grísk jógúrt, smá hafrar. Ég setja alltaf agave til að fá svona sætan smoothie en ég ætla að setja hnetusmjör í dag. Kannski smá döðlur til þess að fá aðeins meiri svona mat. Svo smakka ég hver er betri. Lóki þessi og ég læt Brynjar fá hann að ég er best að gerast í heimi. Við erum búin í sundi í dag. Smá stormasund. Við erum komin í Matvöll Smáralind. Brynjar er að panta sér mat. Ég pantaði mér frá Pizza Neo og var búin að ákveða að ég ætla að fá mér svona tacos á mexikanska staðnum hérna. En mér finnst þetta svo ógeðslega dýrt fyrir, þú veist, mat sem gerir mann sem ég ekki saddan. Þú veist, 2 tacos voru á bara jafn mikið og pizzan og gósið sem ég er að panta mér. 3 tacos voru 3000 og eitthvað. En ég hugsaði að ég ætla að fá mér pizzu svo bara upp á að ég verði saddari. Mjög heitur, diskurinn. Ok,
Góður. Tókstu gúrkuna? Það er ekki þetta. Brynjar kláraði allan matinn sinn. En ég að springa eftir hérna 3 sneiðar. Við erum mætt á te og kaffi. Þessi að fara að grinda, að læra. Ég ætla að fá mér smá eftirrétt. Ég aldrei ósett fyrir eftirrétt. Svo góða gulgur. En ég ætla að fara að vinna í mínu verkefni. Þannig ætlum að vera hérna í einhver tíma. Óli, má ég sé þig? Ok, við vorum sérst í svona 2 tíma á te og kaffi og ég náði að gera svo mikið í verkefninu mínu og ég held að Brynjar hafi náði að læra svolítið. En hann skutlaði mig síðan upp á leikskóla til Olífes. Það var svona sumar, eitthvað hátíð, eitthvað foreldrar máttu koma. Og hann fór á þjóðbókarhlöðuna og búinn að vera þar í allan dag og ætlaði örugglega að vera fram kvöld. Þannig ég ein í mat og ég svona ég að pæla að gera bara grænmetisvörulur fyrir mig og eitthvað fyrir Oliver. Þessi hér vill fá kvöldmat líka, þannig að við ætlum að gefa honum að borða. Hún hefur bara að þrífa senstu klukktíman og ég orðin frekar svöng, þannig ég að pæla að henda bara í kvöldmat. Gjörðu svo vel. Ok, þetta eina uppáhaldsmatinu mín til að gera, sérstaklega þegar ég ein í mat, sem eru hrísgrjónavefjur. Og basically þá set ég hrísgrjónanúðlur, grænmeti, mér finnst alltaf best að vera með gulrótur og gúrku. Gúrkan ég glemdi greinilega að kaupa meiri, ég vona að sé í lagi með þessa. Kál ef ég á það til, sesamfræ og vegan kjúkling. Ég myndi örugglega bara setja kjúkling annars ef ég borðaði kjúkling. Og ég var að fara að gera sósu, en ég á alveg slatta sósu síðan í seinustu viku og ég held að sé í lagi með hana. Þetta er bara hnetusósa. Ég er búin að bleyta núna 1 hrísgrjónapappír vel. Þá setja ég bara á diskinn. Þá ætti ég að setja hrísgrjónanúðlur. Svona. Ég setja þetta bara svona í miðjuna. Gúrkur. Ok, þetta er ekki mjög estetik hjá mér. Gulrætur. Sesamfræ. Vegan kjúli. Ég setja þetta allt bara svona í miðjuna. Og svo smá kál. Og núna sko pappírinn orðinn svona. Á meðan þú ert að gera þetta þá verður hann svona. Þannig ég vef þessu inn. Smá æfing kannski. Og þá ertu komið með svona vefju. Setti smá læmsafa bara til þess að mýkja hana aðeins upp. Ég veit ekki hvað hún er gömul, hún er örugglega 5 daga gömul, en þú veist. Hún bragðist alveg vel þannig að svo bara dýfi honni. Það er svo gott. Það er alveg best að vera með skeið. Þetta er alveg frekar messy máltíð. Að vera með skeið fyrir sósuna. Þannig að maður þurfi ekki að dýfa honni og dettur allt í sundur. Ég fæ mér alltaf svona 2 til 3 svona. Ég ætla að fá mig 2 í kvöld. Svo finnst mér þessi drykkur æði. Allt svona lemon eða ferskt. Og ég fór smá ferð á nammibarinn í dag. Þannig að þetta er eftirréttur. Ég held að klukkan sé að ganga 8. Og Oliver komin upp í rúm með Sögu. Það búið svo mikill game changer senstu mánuði að þurfa ekki að svæfa hann. Að þú veist, gera bara 8 tíma rútínuna, setja hann upp í rúm og hann vill yfirleitt hlusta á Sögu. Svo bara sofnar hann á svona nokkuð mínútum. Brynjar á leiðinni heim og ég bað hann að kaupa ís fyrir mig. Þetta nammi sem ég valdi bara nammibarnið var ekki alveg málið. Mér langaði bara ekki neitt eða að því sem ég valdi. Ég sko bara komin undir sæng upp í sófa. Ég að pæli að gátt að sé ykkur bíómynd eða ykkur skemmtileg þættir í sjónvarpinu. Brynjar kom með ís fyrir mig. Og ég að horfa Rookie með Lúlla. Ég sko búin að vera með bræðræfa eða bara allt ár. Kom svona í byrjun janúar.
Ég held að þetta sé annar bragðarefur sem ég bara kaupi mér sinni í desember, sko. En ég ákvað að testa það. Og hann var alveg góður. En það er samt eitthvað sem er ekki hitting the same. Og ég sko vanlega borða bragðaref í hverja einstu viku. Helst oftar. Þetta var my day in a life. Og hvað ég borðaði í dag. Ég mun örugglega koma með morgunkotsskála eftir, ef ég þekki mér rétt. En ég ætla bara að enda þetta hér. Þannig að takk fyrir að horfa, like ef ykkur fannst það gaman og við sjáum bara næst.